Já, þetta var bara aðeinslegt í kvöld, bara vonum hrikalega góður. Það fyrir ekkert á milli mála og svona leiðir þetta að detta á þetta seinasta leikinn. Það hefur verið gaman að spila í Finnana fyrst og fara með þennan meðbyrð inn í mótið. Og einhvern veginn við erum búin að vaksa með hverjum leiknum og verða betri og betri og kannski alveg ástæði fyrir því. Við náttúrulega kannski náðum ekkert að æfa almennilega með Jóni. Það náttúrulega var middur í allan undirbúninginn og kemur einhvern veginn inn í fyrsta leik og þá náttúrulega breytast hlutverkin svolítið og menn voru svolítið bara svona að reyna að átta sig á því og stórpóstur í liðinu. Hann náttúrulega það, hann geitin að ástæðu skilu. Nei, þú veist, auðvitað hafði það eitthvað að segja, en það sást alveg á leik liðsins að við vonum að vera betri með hverjum leiknum og ég væri einhvern veginn til í að byrja þetta mót bara núna, að fara í fyrsta leikina kannski ekki alveg á morgun en á föstudaginn, það væri vel þegar. Þú sagði við daginn, þetta hafi verið eftir Tyrkjaleikinn, þú fá að spila þennan leik aftur, eitthvað svoleiðis. Er það svipið tilfinning? Bara að spila mótið aftur, ég væri alveg til í að byrja mótið aftur og byrja á Finnunum, það væri vel þegar. En við bara komum okkur aftur hingað, það er bara svoleiðis. 5 leikir, tapið 5 leikir. Hvað takk ég jákvæmt svona næstu? Náttúrulega bara, við erum að gera grein fyrir því að við erum með 24 bestu þjóða í Evrópu. Við erum að spila á Eurobasket, það er ekki alla þjóðir að spila hérna. Og við verðum náttúrulega bara að taka þessa reynslu og þú veist, við sjáum núna hvar við stöndum og þurfum bara að vinna ennþá betur í okkar leik og það kannski verður eitthvað smá kynslóðskipti núna og þá munir það einhvern veginn breytast en ég er rosalega bjartsýnn á framhaldið og alla leikmuna sem að fara að koma inn í þetta. Þannig að ég er ekkert að stressa með á neinu og bara þau brattur inn í undankeppnina núna fyrir HM. Það er náttúrulega bara, við þurfum að byrja að einbeita okkur á því að það kemur hratt og okkur langar að gera gott mót þar og það byrja núna bara hvað í nóvember. Þú segir, líst þér vel á þessar strákar sem er að koma inn í liðið? Já, alveg klárlega. Við náttúrulega verðum að gera okkur grein fyrir því að, þú veist... Þó enginn sé offensíali búin að gefa út að hann sé hættur? Nei, alls ekki. Þú veist að ég náttúrulega vil halda í þessa eldri menn eins lengi og hætti er. Þú sér eins og Jón Arnór inn í senastu 2-3 leikjum er búin að vera frábær og Hlynur í dag var risastór fyrir okkur og þótt að Logi kannski var ekki að spila mikið, þá er hann rosalega mikið, þú veist, það er rosalega gott fyrir sálina og sjálfstraustið að hafa hann þarna því að hann peppar menn áfram og hann veit alveg hvað þarf en ég er rosalega, eins og segir, ég er rosalega brattur á framhaldið og kannski verðum að gera okkur grein fyrir því líka, þótt að ég sé búin að vera lengi í þessu, þá er ég bara 22 ára og Kristó 23 og Haukur 24 þótt að menn séu búin að vera, fólk sé búin að sjá þessi andlit frekar lengi, þá erum við ennþá bara einhverjir pjakkar og erum bara náttúrulega sjú allar reynslu út úr þessum móti og seinasta líka og það er gaman að segja frá því að maður sé 22 og búin að fara á 2 Eurobasket mót, Íslendingur skilur, maður trúi því ekki þegar maður byrjaði í þessu en þetta er náttúrulega bara, þetta gera mann að betri leikmanni og vonandi hjálpa það bara íslenska landsliðinu í framhaldinu. Takk.